Tjá, tjá, þetta þátturinn Ítalía heillar og ég heiti Magga. Þetta þáttur númer 2 Rómaborg. Þú ert búinn að panta þér flug til Rómar. Hvernig ætlarðu að fara til dæmis frá flugvellinum inn í borg? Í hvaða hverfi ætlarðu að gista? Hvað ber helst að varast? Þetta og ýmislegt fleira hér á eftir. Það svolítil hætta á að Rómarferðin gangi þannig fyrir sig að þú farir úr flugvélinni, verðir ringlaður með neðanjarðarlestarkerfið, borgir allt og mikið fyrir mat á einhverjum veitingastað nálægt frægum stað eða minnisvarða og veltir síðan fyrir þér af hverju allir tala að þessi borg sé svo mögnuð. Ég vil helst ekki að þú lendir í þessu. Nálægt Róm 2 flugvellir, annars vegar Fiumicino sem kallast öðru nafni Leonardo da Vinci og hins vegar Ciampino. Þegar þetta hljóðritað þá flýgur Icelandair reglulega til Rómar allt árið til Fiumicino flugvallar. Athugaðu að allir staðir og öll öpp sem nefndir í þessum þætti munu koma fram í athugasemdum með þættinum, svo þú þarft ekki að stressa þig á því að skrifa niður eða muna. Ég ætla sem sagt að ímynda mér að Rómarferðin þín hefjist við lendingu á flugvellinum Leonardo da Vinci, Fiumicino. Það aldeilis gott og blessað. Þú ætlar inn í borg, helst eins fljótt og kostur Þá gott að vera búin að grandskoða hvar gististaðurinn þinn í borginni. Þú hefur nokkra möguleika, hraðlest, venjulega lest, leigubíl og langferðabifreið. Það skiptir líka máli hversu margir á ferðinni. Ef þið eruð fleiri en 3 eða 3 saman, trúlegt að leigubíl sé hentugri kostur þar sem fast verð gildir inn í borg. Skoðum aðeins þetta dæmi. Leonardo hraðlestin gengur beint á milli Fiumicino flugvallar og aðal lestarstöðvarinnar Roma Termini. Fyrir marga ferðalanga þetta í raun ein auðveldasta leiðin inn í borgina. Hún einföld, þú þarft ekki að kunna ítölsku til að nota hana og þegar allt gengur snurðulaust fyrir sig hún bæði fljótleg og þægileg. Kosturinn sá að lestin oftast á 15 mínútna fresti beint til Roma Termini og ferðin tekur 35 til 40 mínútur. Frá Termini beintenging við neðanjarðarlestir og strætisvagna. Lestin þægileg, hönnuð fyrir farþega með farangur, þó oft geti hún verið býsna þéttsetin og vagnar hreinir. Þú getur keypt miða í miðasjálfsölum á Fiumicino flugvelli en líka keypt á netinu. Ég hef oft þann háttinn á að kaupa miða á netinu leið og ég hef endurheimt farangurinn minn, því miðinn gildir fyrir ákveðnar tímasetningar. Hann ekki beint sveigjanlegur og þú færð þessa fínu sekt ef tímasetning miða stemmir ekki. Vandinn sem sagt sá að það auðvelt að missa af nokkrum reglum og þau mistök geta orðið dýrkeypt. Ef miðinn keyptur á netinu og tímasetning passar ekki, flugvélinni hefur seinkað og svo framvegis, þá getur þú fengið sekt borð í lestinni. Ef þú kaupir pappírsmiða á vellinum, gætir þú þurft að stimpla hann í litlu stimpilvélunum á brautarpallinum áður en þú ferð borð. Margir ferðamenn missa af þessu, þar sem leiðbeiningarnar ekki alltaf augljósar, sérstaklega á ensku. Ef miðinn þinn ekki stimplaður þegar þessi krafist, geta eftirlitsmenn sekta þig, jafnvel þótt miðinn hafi verið keyptur rétt. Einföld regla. Ef miðinn úr pappír og lítur út eins og hefðbundin ítalsku lestamiði, skaltu gera ráð fyrir að það þurfi að stimpla hann nema annað sé skýrt tekið fram. Ef börn með í för,
Þá geta aldursreglur ruglað marga því mismunandi skjáir og skilti geta verið óljós. Í lestinni er eftirliti strangt. Örugga reglan er, ef barnið þitt er 12 ára eða eldra skaltu kaupa miða fyrir fullorðna nema þú sért 100% vissum að hitt gildi. Eftirlitsmenn eru strangir. Mörgum kemur á óvart hversu strangt miðaeftirlit er á þessari leið. Jafnvel heiðarleg mistök geta verið meðhöndluð sem ferðalag án gilds miða og sektin getur verið innheimt strax. Þess vegna er það þess virði að þú takir þér nokkra mínútur áður en farið er borð til að athuga tímasetningu, stimplun og aldur barna. Ég verð nú að fá að skjóta inn í smá sögu frá því fyrir 2 árum þegar ég og bóndi minn tókum Leonardo Express frá flugvellinum inn í borg. Þetta var á sunnudegi og ef ég man rétt, mikilvægur frídagur. Allt byrjaði vel og við vorum komin cirka miðja vegu, áleiðis inn í borg þegar lestin stansar. Engin skýring gefin til að byrja með, en eftir langa bið og allskins ágiskanir kom tilkynning að allir skyldu yfirgefa lestina vegna alvarlegs slyss sem hafði orðið á brautarteinunum. Og það var ljóst að það yrði engin lest á þessari leið næstu tímana. Þetta var í pínulitlum bæ á ennþá minni lestastöð. Og það voru tugir farþegar sem þurftu að yfirgefa lestina og allir jafn villuráfandi eins og við. Og þarna stóðum við eins og álfar með 2 nokkuð þungar ferðatöskur, engar upplýsingar að fá, allt lokað á litlu lestastöðinni. Farþegarnir dreifðu sér í allar áttir til að reyna að nálgast leigubíla, en þeir voru óvenju fáir á ferli vegna þessa sérstaka frídags. Ég ætla ekki að þreyta þið með frekari lýsingum, en þetta var ekki skemmtileg uppákoma og ég hefði viljað hafa nokkur leigubíla upp í símanum til að reyna að redda málum. Á endanum bjargaðist þetta þó vegna hjálpsemi starfsfólks á veitingastað í bænum. En hvenær borgar sig ekki að taka Leonardo Express og hvað á að taka í staðinn? Sko, ef þú gistir nálægt Trastevere-hverfinu eða lestarstöðinni Tiburtina er oft engin skynsemi í því að taka Leonardo Express. Hún fer aðeins til Roma Termini, svo þú þarft að komast þaðan og endar á að borga hærra verð fyrir ferðina, en betri kostur er hins vegar FL1 lestin. FL1 héraðslestin fer frá Fiumicino flugvelli og stansar á lykilstöðvum eins og Roma Trastevere og Roma Tiburtina og raunar víðar, svo að hún getur skilað þér nær þeim stað sem þú þarft í raun að vera á. Nú varðandi rútur eða langferðabíla. Hægt er að fara með SIT rútu til Roma Termini. Ferðin tekur cirka 50 mínútur og eru mjög tíðar. Það er líka hægt að taka TerraVision rútu til Termini. Hjá TerraVision má nefna að miðinn gildir í allar brottfarir innan sama dags. Leigubílar með opinbert leyfi eru hvítir með upplýsingar á dyrum bifreiðanna. Fast gjald á daginn er 50 evrur inn í borg, en verði getur verið hærra á kvöldin og einnig ef töskur eru margar. Góð regla er að spyrja alltaf verð áður en sestir upp í bílinn. Ef þið eruð fleiri en 3 eins og áður sagði, þá er leigubíll yfirleitt betri kostur. Hann fer frá flugvellinum beint að dyrum, er oft fljótlegri, minna stress með farangur og kemur í veg fyrir að þurfa að fara til Roma Termini og borga svo aftur fyrir neðanjarðarlest eða annan leigubíl til að komast á gististaðinn. Fyrir litla hópa eru þægindi og kostnaður yfirleitt leigubílnum í vil.
Nú skulum við segja að þú hafir tekið Leonardo hraðlistina og sért komin á Roma Termini. Kannski þarftu að láta geyma farangurinn þinn eða mögulega hluta af honum eins og ég hef stundum þurft að gera. Þá er gott að vita að Leonardo lestin stöðvast yfirleitt við brautarpall númer 24 og rétt þar hjá er geymsla fyrir farangur sem heitir Keybag, K-I-B-A-G, opin frá 7 á morgnana til 9 á kvöldin. Ég hef líka heyrt látið vel af geymslu sem heitir Radical Storage, rétt hjá Roma Termini. Nú, innan gömlu borgarveggja Árelíusar eða nálægt þeim er Róm skipt í 22 hverfi eða svokölluð rioni á ítölsku. Þessi skipting á sér ævaforna sögu og mörg þessara hverfa hafa sín sérkenni og það er vandi að velja hvar á að gista. Ég held að það fari einkum eftir því hvernig þú vilt verja þínum tíma í Róm. Ertu að koma í fyrsta sinn eða kannski í 5. sinn? Sumir tala að það sé lítið varið í að vera í hverfinu nálægt aðaljárnbrautastöðinni Roma Termini sem tilheyrir Esquilino hverfinu. En satt best að segja hef ég oft gist þar í kring. Reyndar einhver vegna þess að ég hef viljað eiga greiðan aðgang að járnbrautastöðinni, verið að þvælast eitthvað út og suður frá Róm. Þetta er klárlega ekki fallegasta hverfi Rómar, en mjög praktist fyrir þig ef þú þarft að nota lestarkerfið. Talað er að það þurfa að gæta sín sérstaklega á vasaþjófum í og við lestastöðina, en þar þarf bara að fara varlega eins og allstaðar annar staðar og það er stöðug viðvera lögreglu í kringum stöðina. Stór kostur að það eru mjög margir strætóar sem stansa beint fyrir utan járnbrautastöðina. Önnur hverfi sem ég vil nefna eru til dæmis Testaccio. Hér færðu alvöru Róm. Þar sem fáir ferðamenn gista en hverfið státar af bestu matarmörkuðum Rómar. Þetta án efa gaman að prófa ef þú hefur komið áður til Rómar og vilt fá ekta upplifun beint í æð. Hér eru verkamannahverfi með frábærum veitingastöðum þar sem Rómverjar fara sjálfir út að borða. Monti heitir eitt elsta og stærsta hverfi Rómar, byggt á fornum hæðum nálægt Forum Romanum. Það er þekkt fyrir heillandi steinlögð stræti, völundarhús úr malbikuðum götum, flottar tískuverslanir, verslanir með notuð föt, handverksstofur og líflega bari veitingastaði. Þar blandast saman sögulega rústir og ekta rómverskt andrúmsloft sem er vinsælt meðal heimamanna og ferðamanna til að versla, borða og njóta næturlífs. Þetta hverfi liggur nógu nálægt Colosseum til að ganga þangað en þó nægilega langt frá til að sleppa við túristagildrurnar. Trastevere er handan við ána Tíber og þykir einstaklega líflegt, hávært og 100% rómverskt. Hérna finnurðu dásamlega veitingastaði, besta carbonara pastaréttin og mikla stemmingu. Þröng steinlögð stræti og lífleg torg, bæði námsmenn og ferðamenn og þetta í göngufæri við Vatikanið. Prati-hverfið er líka handan árinnar Tíber. Þarna voru eitt sinn grösugir úthagar. Hentar áreiðanlega vel fyrir fjölskyldufólk og þá sem vilja heimsækja Vatikanið. Þetta er einkum íbúðahverfi, breiðar og glæsilegar götur með klassaverslunum, fallegum byggingum í nýklassískum stíl og almennt talað þetta hverfi sem mjög örugt. Það sem skiptir kannski höfuðmáli að velja sér gististað sem ekki allt of langt frá neðanjarðarlestunum, línu A eða línu B.
sem auðvelda þér mjög að komast á milli borgarhluta ef þú ætlar ekki eingöngu að halda þig í miðborginni. Það er ekki alltaf gott að stóla á strætisvagna og þeir eru gjarnan troðfullir. Ekki gaman að eyða dýrmætum tíma í bið eftir strætó. Svæðið í kringum Colosseum á það til að vera mjög dýrt. Allt á yfirverði og alls ekki dæmigert fyrir þessa sérstöku borg. Sömuleiðis er talað að svæðið nálægt Via del Corso sé yfirfullt af fólki og ferðamönnum. Á Ítalíu og þar með í Róm er skylda að ganga með skilríki á sér, annars átt á hættu að fá sekt. Það er samt góð regla að eiga afrit af passanum á netinu og ef til vill 1 til 2 auka myndir ef þú skyldir tapa eða týna passanum og þurfa að leita til ræðismanns. Róm er yndisleg en svolítið kaotísk og nú ætla ég að fara yfir hvað þú ættir að hafa í huga, hvað þú ættir að varast, vasaþjófnað og hvernig þú getur ferðast borgina. Þægilegi skór eru algjört aðalatriði sem og vatnsflaska og sólglerugu. Sömuleiðis eitthvað sjal eða slíkt til að bregða yfir axlir í kirkjuheimsóknum. Hnén mega heldur ekki vera ber í slíkum heimsóknum. Hafðu meðferðis klink til að borga fyrir aðganga klósettum þar sem slíkt kostar. Vertu allra helst með mittistösku framan á þér, en ef þú ert með hliðartösku skaltu hafa hana þeim megin sem ekki snýr að götunni. Ef þú ert líka með bakpoka skaltu ekki hafa neitt verðmætt í honum og færa hann framan á þig í hvert sinn sem þú ferð inn á markað, í mannþröng, strætó eða neðanjarðarlest. Vertu alltaf með tissue á þér ef enginn skyldi finnast klósettpappírinn. Athugaðu í upphafi ferðar með leigubíl hvort mælirinn sé ekki virkur. Notaðu eingöngu hvíta leigubíla með opinbert leyfi, ekki gína við tilboðum annarra sem nálgast þig að fyrrabragði. Undantekning frá þessu gætu verið Uber Black leigubílar sem yfirleitt eru svartir, hafa leyfi, en ráðlegt er að panta þá í gegnum Uber appið, ekki beint af götunni nema þú sért vissum að þetta sé Uber Black. Mér skilst að þeir séu oft dýrari en hefðbundnir leigubílar. Ef einhver nálgast þig að fyrrabragði á götu úti, reynir að gefa þér eitthvað eða fá undirskrift þína á eitthvað, skaltu ekki nema staðar. Segðu ákveðið no grazie og gáttu áfram. Það geta nefnilega verið ýmis brögð í tafli. Og svo nokkur atriði varðandi vasaþjófa. Í öllum stærri borgum má búast við ótrúlegri hugmyndaauðgi vasa- og töskuþjófa. Þeir finna upp á ótrúlegustu brellum til að dreifa athygli ferðalangsins. Vert á varðbergi gagnvart óvenjulegri hjálpsemi og ekki láta myndavélin af hendi til ókunnugra sem vilja aðstoða þig við myndatökur. Förum nú yfir 7 atriði og reglur sem gilda auðvitað ekki bara í Róm, heldur í stórborgum almennt. Framvasareglan. Þetta hljómar einfalt, en þetta eru algengustu mistök sem ferðamenn gera. Ekkert verðmætt á að fara í afturvasana. Aldrei. Ekki síminn, ekki veskið, ekki einu sinni lyklakortið á hótelinu. Og ef þú ert kallmaður, skaltu virkilega taka þetta til þín og hlusta. Afturvasar eru nefnilega bein ávísun á þjófnað. Algjörlega opið boðskort. Settu síman í framvasan eða í mittistösku sem þú berði yfir öxlina og framan á þér. Og ef þú vilt vera ekstra öruggur, settu þá hendina á töskuna þegar þú ferð inn í mannþröng. Neðanjarðarlestar reglan. Vasaþjófar elska glundroða
og neðanjarðarlestir Rómar eru hið fullkomna svið fyrir þá. Þegar lestardyrnar opnast, þá treðst fólk út og síðan inn og vasaþjófarnir reyna að smeygja sér á milli. Hvað er þá til ráða? Til að vera öruggur skaltu gera eins og heimamenn. Þegar dyrnar opnast skaltu bíða í hálfa sekúndu, verja töskuna með hendinni og fara svo af stað. Þessi örstutta bið gæti komið í veg fyrir að ókunnugir þrýsti sér beint upp að þér. Athyglistrikkið. Vertu með athyglina í lagi. Vertu frekar tortrygginn einu sinni of oft en sjaldnar. Vasaþjófar vinna sjaldnast einir. Það er gjarnan einn sem truflar þig, bankar í öxlin á þér, hellir niður skyndilega, rekur eins konar undirskriftalista framan í þig á meðan annar stelur eigum þínum. Ef einhver reynir að rétta þér eitthvað, lokar leiðinni fyrir þér, rekst óvart í þig, byrjar undarlegt samtal, þá skaltu bara brosa, segja no grazie og haltu áfram að ganga. Raunverulega hættan er ekki endilega sá sem talar við þig. Það er sá sem hreyfir sig hljóðlega fyrir aftan þig. Strætóreglan. Vasaþjófar elska troðfulla strætisvagna. Dæmi, strætó númer 64, Termini að Vatíkaninu. Strætó H sem fer til Trastevere, strætó númer 40, Piazza Venezia að Vatíkaninu, sporvagnar 3 og 8. Ef strætó er troðfullur og einhver stendur of nálægt þér að aftan á meðan annar stendur of nálægt þér að framan, notaðu þetta rómverska trikk, snúðu þér á hlið. Þú lokar samstundis á aðgang þeirra að rennilásum og vösum. Veitingastaðareglan. Það er afskaplega freistandi að hlamma sér niður á veitingastað utandyra, kasta mæðinni og taka upp símann. En á veitingastöðum utandyra skaltu aldrei setja símann á borðið, á stól eða ofan á servéttu. Þjófar grípa og hlaupa. Það tekur 2 sekúndur. Rómverjar geyma síma í töskunni eða í kjöltunni þar sem þið sjást ekki. Ljósmyndagildran. Vasaþjófar vita að þegar ferðamenn taka myndir, þá slokknar á heilanum. Þú lyftir símanum til að ná henni fullkomnu ljósmynd. Taskan þín opnast aðeins og einhver bíræfin getur smeygt hendi inn. Áður en þú tekur myndir, skaltu renna fyrir töskuna og færa hana framan á þig. Veistu, þetta verður algjörlega sjálfvirkt hjá þér eftir fyrsta daginn. Að minnstakosti vona ég það. Og svo að lokum varandi reglur, Vatíkanið og Trevi-gosbrunnurinn. Það eru 2 staðir þar sem vasaþjófar eru stöðugt virkir. Það er við Péturstorgið, við töskuleitina þar og í mannþröng og hins vegar við Trevi-gosbrunnin, sérstaklega á kvöldin og helgar. Ef þú finnur hendur strjúkast við bakið á þér eða einhvern þrýsta sér upp að þér að aftan, stígðu þá til hliðar og byrjaðu upp á nýtt. Vasaþjófar þol ekki þegar þú skiptir stefnu. En ef þú verður fyrir þjófnaði, slæmum þjófnaði, borgar sig að fara á lögreglustöð og gefa skýrslu, því það er það fyrsta sem ferðatryggingin þín biður Þetta getur tekið tíma og er hundleiðinlegt, en ef tapið er töluvert þá getur það borgað sig. Og svo það sé sagt hreint út, þá ferð ekki á lögreglustöðina í þeirri von að endurheimta það sem glataðist. Árið 2024 voru 155.000 þjófnaðir kærðir í Róm sem gera meðaltali 425 á dag. Og auðvitað þá lætur þau loka kreditkortum samstundis ef að þau hafa tapast, kredit- og debitkort.
Þá eru það samgöngur. Það er vel gerlegt að þramma miðborg Rómar á 2 jafnfljótum ef heilsan og orkan leyfa. Það er líka gaman að þjóta á milli mismunandi borgarhluta með almenningssamgöngum, til dæmis neðanjarðarlestum ef þörf er á að spara tíma, nú eða lappirnar. Ef þú ert á bílaleigubíl, sem ég vona reyndar að þú reynir ekki í Róm, þarftu að vita að akstur í miðbænum tilheyrir svokölluðu ZTL-svæði eða Zona a Traffico Limitato, sem í Róm heitir Zona 30 og innan þess svæðis er hámarkshraðinn 30 km á klukkustund. Þar er strangt eftirlit, þú þarft sérstakt leyfi til að aka inn á þetta svæði og færð sekt annars. Búast má við hægari umferð og ströngu eftirliti. Varðandi almenningssamgöngur. Þú getur keypt ferðamannapassa, til dæmis 24 klukkustunda, 48, 72 eða 7 daga passa. Farðu samt varlega í að vaða í kaupin því þú mátt alveg búast við því að ganga mikið og einn stakur miði í almenningssamgöngur er ávallt ódýrari en til dæmis dagpassi. Google Maps appið kemur sér mjög vel þegar skoða á hvernig best er að komast á milli staða, bæði fótgangandi, með strætó eða neðanjarðarlestum. En að því sögðu langar mig að nefna nokkra mismunandi faraskjóta. Þeir eru auðvitað fleiri en hér koma þeir helstu. Leigubílar. Þú ættir að hlaða niður 1 til 2 öppum í farsímann, til dæmis appinu Free Now, IT-taxi eða Uber. Gættu þess í öppunum að bíllinn samþykki örugglega ferðina sem þú hefur pantað. Hann á að samþykja. Vertu bara fyrirfram með það á hreinu að það eru vissir áfangastæðir í Róm þar sem leigubílarnir komast ekki en bílstjóra leiðbeina venjulega hvernig þú kemst á leiðarenda. Athugaðu bara að leigubílstjórar eiga það til að fara með þig í smá auka sightseeing ef þeir finna inn á að þú ratir illa borgina. Ræddu því málin fyrirfram og vertu svolítið á varðbergi. Uber Black bílar eru algengir í Róm, eins og ég hef sagt, og eru oft dýrari en hefðbundni bílar og meira lagt í þá, svo sem Mercedes-Benz og svo framvegis. Það ætti samt að vera óþarfi að nýta sér leigubíla nema í undantekningatilvikum ef þú nennir að eyða smá tíma í að skoða strætóleiðir og neðanjarðarlestirnar, metró. Þannig getur auðvitað spara þér umtalsverðan pening. Allir leigubílar í Róm eiga að geta tekið kreditkort en þeir vilja ekki greiða skatt svo þeir reyna oftast að fá reiðufé. Þetta er eitthvað svona til að hafa bak við eyrað. Einhvers staðar sá ég að leiðsögumaður hafði ráðlagt fólki að taka myndir af leigubílahurðinni, þar sem koma fram upplýsingar bílinn, og taka líka mynd af mælinum. Að fólk gæti heimtað að borga einungis það sem stendur á mælinum en ekki einhverja allt aðra upphæð. Það kunne vera hægt að hóta því að kæra ef ekki er staðið við mælisupphæðina. Nú passar í metró, neðanjarðarlestir og strætó. Eins og ég nefndi áðan getur verið snjallt að kaupa passa sem gildir bæði í metró og strætó. Það fer allt eftir því hvernig þú ætlar að haga ferðinni. Mundu bara að 1 stök ferð er ekki dýr og gefur þér 100 mínútur til umráða á öllum strætóleiðum, sporvögnum og í metró. Ef þú ætlar að eyða mestum tíma gangandi í miðborginni, þá er líklega óþarfi að eyða miklu í passa. Eftir því sem ég best veit er núna hægt að borga með greiðslukortum í strætó og metró með kortalesara. Ég hef ekki prófað þetta sjálf
en veit að þú getur hins vegar bara borgað fyrir einn í einu, ekki alla fjölskylduna, og þú sérð ekki hversu mikill tími er eftir af upphaflegu 100 mínútunum. Einn möguleiki viðbót er að nota til dæmis appið Mooney, M-O-O-N-E-Y, Go, G-O, Mooney Go, þar sem þú getur keypt eins marga miða og virkja þá fyrir þá sem þú vilt þegar þörf krefur og þá sérðu hve mikið er eftir af mínútum. Svo eru það neðanjarðarlestirnar, metró. Í Róm eru í meginatriðum 2 járnbrautarleiðir A og B sem mætast á aðaljárnbrautarstöðinni Róma Termini. Lína A stansar við fræga staði eins og spænsku tröppurnar, rétt hjá Trevibrunninum og við Vatíkanið. Lína B stansar hjá Colosseum, hringleikahúsinu, Circus Maximus og flytur þig til Tiburtina járnbrautarstöðvarinnar líka. Tiburtina er næst stærsta járnbrautastöð Rómar. Hún er norðarlega í Róm, svolítið norðar en aðal járnbrautastöðin. Verið er að byggja nýja metrólínu, C, sem verður mikið afrek og liggur sirka 45 metrum undir yfirborðinu og hjá frægustu minnismerkjum í miðbæ Rómar. Þar hefur þurft mikla samvinnu, fornleifafræðinga og verkfræðinga. Raunar er búið að opna 2 stöðvar að minnstakosti á þessari leið og það er óhætt að segja að þær séu nánast eins og söfn þar sem fornleifar eru til sýnis sem fundist hafa við uppbygginguna. Eitt þarft að vita, metrólestirnar ganga ekki allan sólarhringinn. Þær hætta að ganga 11:30 sunnudaga til fimmtudaga en ganga aðeins lengur á föstudögum og laugardögum. Varðandi miða í metró, þá getur ýmist nýtt þér snertilausar greiðslur með greiðslukorti eða keypt pappírsmiða í öllum sjoppum eða svokölluðum tóbaksbúðum sem merktar eru með stóru T-skilti sem stendur fyrir tabakki. Hop on, hop off. Margir kannast við það. Sumum finnst gott að byrja svona borgarferð með því að kaupa miða í hop on, hop off. Vagna sem aka borgina og gefa gott yfirlit. Það hefur sína kosti og galla. Sjálfri hefur mér oft fundist umferðin trufla, ganga hægt fyrir sig og hljóðkerfið ekki alltaf upp á marga fiska, þó margir bjóði upp á heyrnartól og mismunandi tungumál. Athugaðu bara að velja ekki heitasta tíma dagsins í svona ferð og vera með vatnsflösku á þér. Að leigja golfbíl. Golfbílaferðir eru einstök og vinsæl leið til að skoða Róm, sérstaklega í sögulega miðbænum þar sem stórum ökutækjum er bannaður aðgangur. Nokkur fyrirtæki bjóða upp á golfbílaferðir með leiðsögn sem gera þér kleift að heimsækja helstu áhugaverðu staðina á þægilegan og skilvirkan hátt. Ég ætlaði svo sannarlega ekki að láta sjá mig eins og típiskan túrista í golfbíl þegar ég fór sem maki í vinnuferð með bóndanum til Rómar fyrir nokkru. Ó nei, en ég lét mig hafa það með 100 efasemdir í farteskinu. En, veistu, ég neyðist til að viðurkenna að þetta var þvílíkt snjallt og vistvænt. Við ókum alls konar þröngar götur og staði þar sem aðrir fararkostir hefðu verið algjörlega útilokaðir. Við stönsuðum á spennandi viðkomustöðum, fórum út úr bílnum og gengum tókum myndir í rólegheitum. Ég skal bara viðurkenna að þetta var vel þess virði og ég myndi ekki hika við að gera þetta aftur. Það eru ýmis fyrirtæki sem bjóða svona ferðir með golfbílum. Ég nefni hér það sem við notuðum. Það heitir mybesttour.com. Nánar þetta í athugasemdum með þættinum.
Mér finnst ég verða að segja frá því að það er Íslendingur í Róm, Ingólfur Níels Árnason, sem býður upp á allskyns rölt Róm. Hann hefur lengi búið í Róm og hefur mikla reynslu sem fararstjóri. Ég þekki ekki þessar ferðir sjálf en hef heyrt vel af þeim látið. Boðið er upp á rölt bæði fyrir einstaklinga og hópa. Og hann er með síðuna romarrölt.com. Sjá nánar í athugasemdum með þættinum. Ferðafrömuðurinn Rick Steves er betri en enginn þegar kemur að ferðalögum. Hann hefur útbúið 10 ókeypis göngutúra Róm sem hægt er að hlaða niður af vefnum og njóta með þínum eigin heyrnartólum. Það er líka hægt að hlaða niður korti sem fylgir hverjum göngutúr. Þarna er til dæmis gengið Colosseum, Forum Romanum eða Rómartorgið, Sixtínsku kapelluna, Péturskirkjuna og fleira. Láttu þetta ekki fram hjá þér fara og veistu, þú getur líka hlustað og ferðast svæðið í huganum. Slóðin er einfallega ricksteves.com og sést í athugasemdum með þættinum eins og allir vefir og slóðir sem nefndar eru. Að lokum. Það er í raun óþarfi að vera að kaupa sér drykkjarvatn í Róm, því víða eru brunnar með mjög góðu drykkjarvatni, svo kallaðir nasoni á ítölsku sem þýðir stór nef, og 400 slíkir eru staðsettir í miðborginni, svo það er að gera að taka með sér flösku, hafa augun opin og láta ekki endilega glepjast af sölumönnum sem vilja selja þér vatnsflösku á uppsprengdu verði. Í næsta þætti, sem verður 3. þátturinn Róm, ætla ég að ræða vinsæla viðkomustaði í Róm, aðganginn að þeim, verslanir og markaði og matarmenningu. Takk fyrir í dag. Ciao, ciao. A presto.